Já, ég ætla ekki að fjalla í smáatriðum þetta IVF Small Markdown, en þið getið skoðað fullt af efni á netinu, en það svona kannski nokkru hlutir sem ég get nefnt, að við getum svona kaflaskipt inngangur. Þetta svona millimerki, það er svona haus, og því fleiri millimerki sem þið notað, þá sem sagt minnkar letrið á hausnum. Þannig að fleiri millimerki, minni, það getur verið svona undirkaflar þá. Og við getum sem sagt notað, sjáðu hér, þetta er feitletrað, þá setjum við svona stjörnur í kringum, en ef við viljum nota skáletranir, þá notum við 2. Þetta er skáletrað. Svona. Trónum. Og aftur, ef við verum að vinna í gerðu öfugt, það var nú ágætt. Þetta hér er feitletrað, afsakið, svona, og þetta er skáletrað. Var það ekki? Nei. Jú, fínt. Svona. Þannig að þetta er eins og ég segi, ég var að tala þetta what you see is what you get. Ef við erum að vinna í Word-skjali, þá myndum við nú bara merkja þetta hérna og íta bold, en hér sem sagt þurfum við að nota einhvers konar skipanir til þess að segja hvernig textin á að líta út. Svo prjónum við og út kemur skýrslan. Það má búa til svona má búa til lista, það verður að bil hérna á milli, atriði 1, atriði 2 og svo er gaman. Þá fáum við svona hérna lista. Já, en eins og ég segi, endilega bara googla Markdown og R-Markdown, kannski skynsalæra, og þá fáið þið eitthvað skemmtilegt. Ég nefndi við ykkur einhver tíman að töflur, nú skulum við bara fara að stela aftur einhverju för mig, já, í lýsandi, frábært. Hér eigum við nú einhverjar fínar tökum þessa töflu hér. Hvað erum við að skoða? Við erum að skoða fyrri púlsmælingar og nú er ég konið vilt að skrá setjum nú ætlum við að gera kafla fyrri púlsmælingar. Hér má sjá meðal púls eftir hvað vorum við að fara að gera, skellum inn R-klumpi, insert R, kópera ég þessa skipun hér. Við erum að grúpa eftir líkamsrækt, eftir líkamsræktar ástundun, svona, keyrum þetta og við sjáum að þetta er svona ekkert svona fallegasta taflan í heiminum. Það sem við getum gert, og ef við erum eins og hér að nota pípurithátt, að þá myndi ég pípa þessari töflu, notum pípuritháttinn inn í Cable aðferðina, og ef ég keyri þetta svona, það er ágætið þegar við fáum örugglega villu. Could not find function Cable, það sem við þurfum að gera er að uppi í library, þá þurfum við að setja inn library knit-r, svona, knitta þetta, og sjáu þið, bara með lítilli fyrirhöfn erum við komin bara með þessa fínu töflu, og það má fikta, ég ætla bara að hvetja ykkur til, googliði Cable, það má breyta því sem sagt dálkunum, og með ekki svo mikilli fyrirhöfn láta töfluna líta svolítið öðruvísi út. Kannski segja núna bara meðan ég man, ef þið googlið svolítið, að þá er hægt að skipta, þetta er svona bara staðlað útlit á þessum HTML skýrslum,
en það búið að útbúa allskyns svona önnur útlit og þá það bara tilgreint hérna í haustnum og endilega bara googlið og sjáið hverju möguleikarnir eru. Þetta voru sem sagt, já, hérna gátum við búið til fínar töflur og aftur, ég ekkert viss að maður myndi vilja sýna hérna þessa skipun. Já, ef við erum ekki að nota pípuritatinn, ég ætti kannski að sýna það líka fyrir ykkur sem, hvert ég komin? Ég hér að ef ég hér ég bara með sem sagt sömmaræskipun, bjóð til púls lík og svo ég með sömmaræskipun hérna, skella því bara hérna í fyrir neðan, að þá myndi ég setja keipul utanum allt jukkið, svona, frjónum þetta og við ættum að sjá hérna sömu töfluna. Þannig við mötum bara allt jukkið sem býr til töfluna, mötum keipul með því. En að samaskapi, við viljum ekki endilega, ætla nú að bara samt að sýna þessa töflu einu sinni í skýrslunum minni, svo ég ætla að taka þetta út, en hér aftur myndum við væntanlega vilja bara setja ekkojamt og false, af því að við viljum ekkert sýna kóðan endilega, við viljum bara sýna töfluna.